Þar eru 2 fundargerðir og ansi margar kosningar. Það fundargerð borgarráðs frá 4. febrúar. Þar undir er 25. liður, breytingu samþykkt númer 275 frá 2007 gatnagerðargjald varðandi heimild til lána gatnagerðargjald. Það er 27. liður sem er tillaga lágmarksverð á byggingarrétt í Úlfarsárdal og Reynisvatnsási. Það er 27. liður sem er breyting á greiðslukjörum lögaðila við kaup á byggingarrétt á lóðum fyrir íbúðarhús. Það er 28. liður, breyting á greiðsluskilmálum við sölu atvinnulóða. Svo er það fundargerð borgarráðs frá 11. febrúar. Þar er 13. liður til atkvæða, eða þar kemur 13. liður til atkvæða sem er Guðrúnartún 1. Einhverjir hafa hvatt sér ljós. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Þetta eru fundargerðir borgarráðs frá 4. febrúar og 11. febrúar sem eru undir hér saman. Borgarfulltrúin hefur heimild til að halda fleiri ræður heldur en eina. Forseti? 3 ræður. 3? Ok. Forseti, búið ykkur undir það að vera hér lengi borgarfulltrúar góðir. Þetta er rétt að byrja. Nei, ég getum glatt ykkur með því að þetta er nú orðið dágott held ég. Að vera hér nokkuð lengi. 7 tíma fundur er nú alveg nóg fyrir flesta. Þannig ég ætla nú ekki að orðlengja mikið þá liði í fundargerðum borgarráðs sem ég ætla nú bara rétt að tipla þá á minnstakosti. En í liði 26, 7, 8 er verið að fjalla byggingarrétt og lágmarksverð á byggingarrétti, greiðslukjör lögaðila við kaupa byggingarrétti á lóðum fyrir íbúðarhús og svo gatnagerðargjald varðandi heimild til lána á gatnagerðargjöldum. Og svo náttúrulega hefst þessi ræða á því sem að fer væntanlega suma. Þetta á sér langan feril og hefst það nú. En þó, ég vil bara minnast hér á ágæta tillögu sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutti hér í borgarstjórn árið 2014 í maímánuði og hún er svofelld með leyfi forseta. Í þeim tilgangi að auðvelda einstaklingum og fyrirtækjum með þegar í uppbyggingu Reykjavík er lagt til að reglur sölu byggingarréttar verði rýmkaðar. Takið eftir því. Rýmkaðar. Einstaklingum verði aftur boðið að fá 90% af kaupverði byggingarréttar að láni til 8 ára eins og verið hefur. Fyrri ákvörðun að fella niður lán til einstaklinga verði felld úr gildi. 7% staðgreiðslu afsláttur verði tekin upp að 9. Boðin verði afsláttur til þeirra sem kjósa að byggja minna en byggingarheimildir leyfa þannig að kaupir byggingarréttar lækki til samræmis við minna byggingamagn og geti þannig lækkað alltaf 30%. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breyttar reglur sölu byggingarréttar verði fyrir fjölbýlishús verði hluti af nýjum og rýmri reglum sölu byggingarréttar. Nú það var sem sagt fór nú svo fyrir þessari ágætu tillögu sem að lýsi sér nú svolítið sjálf held ég að henni var vísað til borgarráðs eins og held ég flestum tillögum sem að minnihlutinn ber hér upp og hvað gerðist þar? Hún var náttúrulega felld með stæl og þegar ég fór að leita hann uppi núna þá kom nú ljós svona þó ég fór að spyrja borgarfulltrúa og flestir hefðu náttúrulega gleymt henni. En það var sem sagt verið að stíga þetta skref á þessum tíma að afnema lánakjör til einstaklinga. Þannig að einstaklingar gætu ekki fengið lánað eins og þau fengið fram til þessa lánakjör á greiðslu gatnagerðargjaldar og gjalda og byggingarrétti. Nú er sem sagt verið að ganga eiginlega alla leið í þessum efnum og verið að bæta fyrirtækjum í þann hóp sem ekki fær slíkar fyrirgreiðslur. Og það sem er kannski svona athyglisvert í sambandi við þetta að Reykjavíkurborg er að ríða á vaðið í þessum efnum. Reykjavíkurborg er að leiða þetta ferli en þó þannig að Reykjavíkurborg er ein á ferð. Hún er sem sagt hérna í broddi fylkingar en það er engin fylking þar fyrir aftan. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu halda sínum reglum og einstaklingar og fyrirtæki geta óskið þeir þess fengið lán. Nú er það svo að það er ekkert mjög margir sem eru að nýta sér þessi lán, en það breytir því ekki að bara það að þetta skuli vera þarna til staðar, þessi möguleiki skuli vera til staðar, breytir talsvert miklu. Einhverjum myndir nú halda við lestu greinargerð þeirra tillagna sem við erum hérna fyrir framan okkur, að þetta sé vegna þess að aðstæður á markaði hafi breyst svo mikið og eftirspurn hafi aukist. Það er nú heldur stuttaraleg greining á þessum aðstæðum öllum saman. Ég held ég hef sagt að tvígang þegar hvernig þessu íbúðaþróun hefur verið að arta sig hér á höfuðborgarsvæðinu
ekki síst eftir að formaður borgarráðs kom hér upp og kom í ljós að hann hafði ekki hugmynd það hvernig þessi íbúðaþróun var og hélt að það var allir að flytja til Reykjavíkur eins og hann sagði og tölurnar sýni það. Það er nú bara algjörlega öfugt. Hann hafði semst ekki hugmynd þetta. Þannig að það er nú svo að það er ekkert sem styður þetta í dag, bara ekki nokkuð skapaðan hlutur. Við lögðum til að Reykjavíkurborg undirbyggi sig betur heldur hún hefur verið að gera ef hún þyrfti að takast á við það að veita lán. Og viti menn, þurfi ekki annað en að opna borgarfulltrúar blöðin og þá getið séð það að þið getið fengið lán, bara nokkuð lönglán ef þið bara kaupið þvottavél. Og ég sá bara í blaðinu í dag að það verður auglýsað notaða bíla og þið getið fengið 5 ára lán á stærstum hluta andvirðisins, sem sagt að bílasalar og þvottavélasalar og aðrir slíkir eiga auðvelt með það að veita þessa þjónustu að lána fólki jafnvel til 5 ára á notuðum bílum sjáðu til sem að kannski endast ekki til 5 ára, ég veit ekkert það, sumir þeir kannski gera það ekki, en einhvað síður er fólk að fá slík lán. Reykjavíkurborg hins vegar, nei, hún er nú ekki alveg á þeirri vegferð, hún ætlar að fara aðra leið. Það er að loka á slíka þjónustu vegna þess að það er svo mikið að gerast hér í eftirspurn eins og stendur hérna með leyfi forseta. Nú hefur eftirspurn á fasteignamarkaði glæðst og ekki er saman þörf og áður að bjóða upp á lána fyrir greiðslu í tengslum við sölu byggingarréttar eins og stendur í greinargerð með þessari tillögu sem ég er að lesa upp úr það sem verður fjallað byggingarréttin. Það er nú það sko. Ég held að menn verður þá svolítið að líta til þess líka sko hvert er framboðið. Já, það er svo mikið eftirspurn að það er bara búið að selja alla lóðir. Já, það getur bara vel verið. En það er náttúrulega líka vegna þess að það er enga lóðir sem eru í boði. Þannig að það er nú fljótlegt að selja þær. Þannig að ég og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddum atkvæði gegn þessum tillögum þegar þær voru lagðar fram í borgarráði á fundi borgarráðs sem mun hafa verið væntanlega 4. febrúar eða 4. febrúar og munum auðvitað greiða atkvæði gegn því hér og munum bóka það, ég bara upplýsi það. Ég vil líka segja sko að varðandi lágmarksverð á lóðum að þá fari menn yfir það, þá sjá menn það að lóðaverð er á svona nokkuð mismunandi á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að, og það er kannski einfældast að skoða einbýlishús, það er bara svo skýrt að sjá hvernig það er að þróast og við erum að selja einbýlishúsalóðar á 11,1. Það er þetta að fá miklu ódýrari einbýlishúsalóðar á höfuðborgarsvæðinu, það er líka að fá dýrari. En það má kannski segja að það sem er nú kannski athyglisverðast að þeirra verið að leggja fram tillögur það að róta eitthvað og græja eitthvað í sambandi við lóðaverð hér, þá fylgja engin gögn með. Það er engar upplýsingar, það er eins og að skipta okkur engu máli bara hvernig þessi þróun er almennt. Við vitum það að mörg fyrirtæki hafa verið að styrkjast verulega núna á undanförnum árum sem betur fer, guði sé lof. En því miður að þá vitum við það jafnframt að fjölskyldur eiga margar hverjar mjög erfitt með að koma þaki yfir höfuðið og það er meira sér svo að margir vilja halda því fram að það sé miklu erfiðara nú heldur en verið hefur til fjölda ára, miklu erfiðara heldur en var fyrir þá kynslóð sem að undan kom og það má bara vel vera. Ég get bara vel tekið undir það. Ég bara sé það á mínum börnum sem er akkurat sem stá þeirri vegferð að eignast eigið húsnæði eða flytja heiman í leiguhúsnæði og það er bara töff, það er bara þannig og mér fannst það ekki vera svo töff þegar ég var á þessum árum en ég sé að það er bara mjög erfitt og það auðvitað ekki að fara þá leiðina að segja við veitum ekki þjónustu hér í Reykjavíkurborg en ef þið viljið fá þessa þjónustu þá skreppið þið hérna bara út í Kópavog eða skreppið inn í Garðabæ eða skreppið bara eitthvað annað sveitafélag að því þar fáið þið þessa þjónustu þurfið á henni að halda. Er þetta einhvern veginn dæmi það að við séum að leiða í rétta átt? Erum við í forystu á stað sem við viljum vera á? Ég segi aldeilis nei og til að við eigum að snúa þessari braut og veita þá að minnstakosti sömu þjónustu og aðrir eru að gera. Ég ætla kannski ekki að fjalla mikið meira þetta og ekki svona gatnagerðargjöldin og byggingarrétt og annað slíkt, það er svolítið flókið eins og en þekkja sem að setja sig ofan í þetta. En ég ætlaði þá að fjalla úr þessi tveir liðir eru teknir saman, þá ætlaði ég að fjalla jafnframt
annar mál þar sem að fjalla tillögu sem að aftur, þetta svona hálfpartinn sögustund verði ég viðurkenna. Og akkur þetta sögustund? Það að því við erum að grafa upp og benda á tillögur sem að meirihlutin hefur tekið og bara með fjandi miklum stæl hent út í myrkrið og fundist ekki til koma. Það er nefnilega gamalt og gott máltæki, það er ekki sama hvaðan gott kemur eins og með þekkja. Sérstaklega ekki það kemur frá minnihlutanum. En svo nú það að það er tillaga sem að lögða fram í borgarráði 16. júlí 2015 hefur algjörlega gleymst 6 mánuðir, það gleymdist þar. Það er nú ekkert nýtt, sumar tillögur er ennþá lengri. Og svo tillaga er svona, lagt er til að minnispunktur og aðrar upplýsingar vegna funda sem borgarstjóri og formaður borgarráðs eiga við ráðuneyti og opinberar stofnanir verða lagðar fram í borgarráði á fyrsta mögulega fundi ráðsins. Með sama hætti verði sambærilegar upplýsingar lagðar fram í fagráðum þar sem formenn og sviðsstjórar hafa fundað með opinberum aðilum. Og vitið hvað, þetta er alveg svakalega erfitt mál. Þetta er algjörlega óásættanlegt fyrir meirihluta náttúrulega, að þurfa að gera grein fyrir því hvað hann var að gera, að skila inn fundargerðum og segja frá fundum með ráðurum og opinberum stofnunum. Ég reikna með að ég verið að skilja svo að það bara kom ekki til greina. Og nú er minn tími sem sagt búinn úr því að forseti staðinu upp, en ég má víst tala 3 sinnum, þannig að ég ætla þá að taka þetta mál upp aftur. Og forseti, ég boða bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna liða 26, 7 og 8 í fundargerð borgarráðs frá 4. þessa mánaðar. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð borgarráðs 11. febrúar, 14. lið þeirrar fundargerðar, en þar er tekið fyrir tillaga borgarráðs fulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá því fyrir áramót endurbætur gervigras-völlum sem eru með svart dekkjakurl á yfirborði. Og já, það kemur fram að tillagan er frá 22. október 2015, sem sagt meðan að fjárhagsáætlun var í ferli. Og í þessari tillögu er óskað eftir því að það veri sérstök fjárveiting samþykkt til endurnýjunar gervigrasvalla í borginni, gagnvart því skyni að það sé að taka á notkun þessa svörtu dekkjakurlsvelli. Þetta, eins og menn þekkja hér í borgarstjórn, þá vildi meirihlutin ekki veita þessari tillögu brautargengi á sínum tíma. Hún var borin upp í afgreiðslu fjárhagsáætlunar 1. desember og hún var felld. Nú, við höfum reynt að vinna málinu áfram við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og haldið áfram að leggja til að það verði orðið við því að grípa til aðgerða í þessum málum. Nú, meirihlutin hann hins vegar leitast við að tefja málið með því að segja að þetta semja áætlun og það taki tíma. Og það var bara verið að tefja málið með því að allar staðreyndir fyrir þessi mál hafa legið fyrir árum saman og við vissum alveg áður en fjárhagsáætlunin var frágengin hver kostnaðurinn yrði. Nú, síðan á þessum borgarráðsfundi þá var lögð fram áætlun meirihlutans það hvernig hann sé fyrir sér að vellirnir verði endurnýjaðir á næstu árum og síðan var lögð fram tillaga að borgarar heimilaði framkvæmdir á endurnýjun gervigrasvallar Víkings og við Sjálfstæðismenn samþykktum það að sjálfsögðu þegar það styðjum þá framkvæmd, það er úrbætur á einum velli en teljum að allt og skammt hafi verið gengið og viljum rétt að taka fram að við erum ekki að styðja þessa áætlun sem slíka, við vildum sjá meira gert og það er bara kunnari frá því að segja við ásamt mörgum öðrum við teljum að það þurfa að hraða þessari endurnýjun og hætta sem fyrst til notkun á þessu svörtu úrgangsdekkjakurli en þessi áætlun sem var lögð fyrir þennan borgarstjórnarfund hún staðfestir alveg óyggjandi að borgarstjórnarmeirihlutinn hann lítur ekki svo á að slík forgangsáætlun sé forgangsmál og það er rétt að rifja hér enn einu sinni upp að í umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá 25. nóvember þetta mál
Þar kemur fram mun eindregnari afstaða gegn því að svart úrgangsdekkjakurl verði notað sem fyllingarefni í gervigrasvelli í borginni en birtist í eldri umsögn eftirlitsins frá 2010. Þá hafa ýmsir aðilar, til dæmis Læknafélag Íslands, ítrekað varað við notkun úrgangsdekkjakurlsins og bent á að í því séu efni sem geti verið skaðleg heilsu manna, ekki síst barna og ungmenna. Og það má benda á að fyrir Alþingi liggur nú fyrir þingsályktunartillaga frá þingmönnum allra flokka bann við notkun gúmmíkurls á leik- og íþróttavöllum og að mótu verði áætlun að skipta því út fyrir hættuminni efni á þeim völlum þar sem það er nú að finna fyrir árslok 2016 stendur í tillögunni. Ég held að verði nú erfitt, ég vona þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt, en auðvitað verður erfitt að koma að ná þessu markmiði að klára fyrir árslok 2016 ef meirihluti hér í Reykjavík vill aðeins endurnýja einn völl af þeim sem eru með þessu kurli. Ýmis önnur sveitarfélög í landinu eru búin að skipta þessum völlum út, eru að því í ár eða stefna að klára það næsta ári eitthvað slíkt. Þannig að við teljum að hér sé borgarstjórn meirihlutin að draga lappirnar meir en góðu hófi gegnir. Við hefum viljað, eins og til okkar hvað á sínum tíma, 151 milljón sett í þessi mál. Þá hefði verið hægt að endurnýja 3 jafnvel 4 gervigrasvelli á þessu ári. En menn vildi ekki fallast á það, heldur felldu tillögun okkar. En við bendum á þá leið að það er enn hægt að breyta fjárhagsáætlunni og það er enn hægt að koma þessu máli í forgang. Leyfum okkur að nefna þá leið að það er hægt að hætta við þrengingu Grensásvegar sem á að setja 170 milljónir í. Þá væri komnir, þeim fjármunum verið varið í þessu endurnýjun, þá væri komnir peningar til þess að endurnýja 3-4 velli. Þannig að við viljum áskulum okkur rétt til bókunar hér á eftir og viljum hvetja meirihlutann til þess að endurskoða hug sinn. Og síðast en ekki síst viljum við hvetja borgarstjóra Dag B. Eggertsson til þess að hitta fulltrúa foreldra barna sem æfa knattspyrnu á þessum svokölluðu dekkjakurlsvöllum. Það vill svo til, það er auðvitað fjölmennur hópur barna sem æfir á þessum völlum og þau eiga marga foreldrar. Þessi foreldrar hafa myndað hóp sem er að kynna sér málið og heldur út í síðu á Facebook og hefur óskað eftir viðtölum við okkar borgarfulltrúa. Ég heldur að hafi hitt nú þegar ýmsa borgarfulltrúa máli, en einn borgarfulltrúa hafa þá ekki náð að hitta, þrátt fyrir að það liggi fyrir beiðni frá því í haust að hitta hann, og það er sjálfur borgarstjórinn, Dagur B. Eggertsson. Hann vill einhverja hluta vegna ekki hitta þessa foreldra. Ég get alveg sagt það að þessi foreldrar þeir býta ekki, þeir eru mjög kurteisir og yfirvegaðir og leggja fram margvísleg rök máli sínum til stuðnings. Nú það hefur ákveðnum rökum verið haldið fram af fulltrúum meirihlutans sem ganga gegn rökum þessara foreldra og þá held ég ætti bara að vera heppilegt að þessir aðilar hittist á fundi og svona tefli fram rökum sínum hvori sínu lagi. Ég held að það var alls ekki til eins verra, heldur til eins betra að borgarstjóri myndi hitta þessa foreldra sem æðsta embættismaður borgarinnar og oddviti meirihlutans. Og eins og ég segi, þetta hefur verið síðan, foreldrarnir hafa óskað eftir síðan í haust þessum fundi, hafi ekki ennþá fengið þennan fund. En athyglisvert eins og að bara sjá í dagbók borgarstjóra hverja hann hefur náð að hitta. Hann hefur náð að hitta mjög margt fólk síðan í haust, enda er hann í þannig starfi, hann hitti marga og kemur mörgum góðum málum til leiðar eins og við þekkjum. En ég verð nú að segja eins og að mér finnst að hópur slíkra foreldra með slíka hagsmuni og með slíkt erindi gagnvart borginni eigi ekki að þurfa að bíða marga mánuði og skora því á okkar ágæta borgarstjóra að bæta úr þessu hið fyrsta. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, svona það nú bara að tíminn sem maður hefur er hérna fyrirfram ákveðinn og þá ætlum við bara svona rétt að ljúka því sem var að tala áðan sem er svo tillaga sem við lögðum fram það að lagðar eru fram í borgarráði fundargerðir frá fundum borgarstjóra og formanns borgarráðs hjá stofnunum og í ráðuneytum og svona afdrift þeirrar tillögu okkar er óljós. Hún var send áfram til skrifstofu borgarstjórnar og hefur legið þar
Ég vonast þess að hún komi nú fljótlega til okkar og ég get eiginlega ekki ímyndað mér það að menn getur verið á móti því að upplýsa það hvað þeir eru að gera, enda er þetta ekki þeirra einkamál sem að hér gegna þessum störfum sem að ég var að nefna. Og tilefni að því að ég er að minnast á þetta er það að það kom svar við fyrirspurn sem var jafngömul þessari tillögu sem ég var að lesa upp, þar sé að hálfs árs gamalt. Það sem að spurt er það hvaða upplýsingagjöf, beðið upplýsingagjöf vegna undirbúnings og aðdraganda samkomulags innanlandsflug sem undirritað var 25. október. Og ekki mikið meira það að segja annað en að svarið barst og voru nú 17 síður en aðeins ein setning skiptir máli og hún er svona, með leyfi forseta: samkomulagið liggja ekki fyrir hjá Reykjavíkurborg fundargerðir eða önnur skráð samskipti á milli borgarstjóra eða formanns borgarráðs annars vegar og innanríkisráðherra hins vegar. Var ekki neitt. Þarna voru mér mættir út í Hörpu, allir helstu menn þessara þjóðar, vörpulegir og fínir. Þarna var forsætisráðherra, þarna var innanríkisráðherra, borgarstjóri, formaður borgarráðs, að undirrita samkomulag og fulltrúar Icelandair, og það var eflaust einhverjir fleiri góðir menn þarna. Og aðdragandi þessa samkomulags var svo ómerkilegur, var svo stuttur, var kannski fyrst og fremst hulinn einhverju dulúð, einhverju leyndarhyggju, að ekkert finnst það hvernig að þessu var staðið. Þetta er ekki stjórnsýsla, þetta er ekki eðlileg stjórnsýsla. Þetta er gagnrýnisvert og ég vil ekki að við í borgarráði og við í borgarstjórn, borgarbúar þess vegna, horfum upp á svona vinnubrögð í framtíðinni. Það bara kemur eiginlega ekki til greina. Ég nenni ekki að fara að þylja yfir þessum blessaða meirihluta hérna svo ólánsamur eins og hann er einhvern veginn. Hans eigið samkomulagi upphafið þessa kjörtímabils. Við erum búin að gera svo oft til þess að benda honum á það að öll þessi fögru fyrirheit upplýsingagjöf og opna stjórnsýslu er bara bull. Ekkert annað, það er bara tómt bull. Ég segi bara eins og Donald Trump, þetta er bara lygar, ekkert annað. Svona veit ég einhverja góða menn, svona til að skemmta ykkur í lok fundar. En svona hlutir mega ekki gerast, reynt og beint. Þetta er gagnrýnisvert og ég trúi ekki annað en að þessi meirihluti taki sig ekki saman í andlitinu, ná í þessa tillögu sem lögð var fram og samþykki hana. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá komið hæstvirtur borgarstjóra. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst breytingar á gatnagerðargjöldum og greiðsluskilmálum þar eða öllu heldur tillögu þess efnis að borgin hætti að standa í lánastarfsemi gagnvart fyrirtækjum á byggingamarkaði. Það er rétt eins og borgarfulltrúinn rifjaði upp að í kjölfar breytinga á neytendaverndarlögum eða neytendalögum að þá bakkaði borgin út úr lánastarfsemi gagnvart einstaklingum sem hafði verið við lýði varðandi þessa hluti vegna þess að það voru komnar ríkar skyldur á það hvaða upplýsingar og nánast námskeiðahald þurfti að fara í gegnum með einstaklingum sem væri að taka lán og þá var farið í gegnum þá umræða að samræmdist ekki fyllilega hlutverki Reykjavíkurborgar að vera í lánastarfsemi og nú er lagt til að það sama gildi fyrirtæki þó að neytendalöggjöfin sé þannig að þau eiga sjálf að geta metið áhætturnar og svo framvegis. Þá eru aðstæður á fjármálamörkuðum þannig og bankafyrirgreiðsla orðin miklu eðlilegri þannig að það er einfaldlega talið að borgin þurfi ekki að lána fólki fyrir einhverju því að til þess eru bankar og fjármálastofnanir. Ég held að þetta sé nú bara heilbrigðara og betra. Varðandi tillöguna áætlun endurnýjun Gerðugarðsvalla þá var það boðað hér við aðra umræðu fjárhagsáætlun að henni yrði unnið. Það var byggt á mati verkfræðistofa á því hvert ástand var. Það var horft líka til aldursvallana og síðan var þeim raðað í forgangsröð á grundvelli þess. Það er skemmst frá því að segja að þetta var stutt með öllum greiddum atkvæðum í borgarráði
og það kemur svolítið spánskt fyrir sjónir að einn borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sé að reyna að gera einhvern ágreining þetta hér, því að það hefur verið býsna góð sátt það að reyna að sinna þessu mikilvæga verkefni eins og öðrum með því að gera heildstæða áætlun og taka síðan hvern völlinn á fætur öðrum eftir því sem að tilefni til. Og það ekki síst ástand vallanna fremur en að það liggi fyrir neginn staðfest gögn hættu af gúmmíkornum. Það var gerð samþykkt hér þegar sú umræða kom upp 2010 eftir skoðun heilbrigðiseftirlitsins að við endurnýjun valla þá það ekki þetta kurl sett aftur, en lengra var nú ekki gengið í því. En þannig að vera að ramma inn að, eins og sagt hefur verið, að börnin njóti vafans, en Umhverfisstofnun reyndar að skoða þetta núna, en í fyrstu athugun hennar með að við fréttir Morgunblaðsins að þá taka ekki sérfræðingar háskólans undir þessa hættu sem sumir vilja meina að sé af notkun efnanna á gervigrasvöllum. Þetta hins vegar til umræðu mjög víða og þetta víða til rannsókna og þetta staða þekkingar núna. Enska knattspyrnusambandið var síðast í dag að gefa út yfirlýsingu að það stafaði ekki hætta af því að nota velli á þessu dagi. Vegna ummæla þar þekkts manns í knattspyrnuheiminum að krabbamein sonur hans mætti rekja til þess að hann hafi verið við æfingar á svona völlum. Þó ég sé læknismenntaður þá setji ég mig ekki í dómarasæti í þessu máli vístarlega, heldur hlusta á rök og yfirferð þeirra sérfræðinga sem hafa farið yfir þetta og við skulum vakta þessa umræðu, en ef við værum þeirra skoðunar að börnum stafa hætta af því að vera á þessum völlum þá myndum við þetta loka. Ekki satt. En línan hefur verið sú frá 2010 í Reykjavík og það hefur verið býsna góð sátt það að nota ekki þetta kurl þegar að vellirnir eru endurnýjaðir og ég held að það sé farsælt með við núverandi stöðu þekkingar og ábyrgt og þess vegna þetta gert svona og kannski ekki mikið meira það að segja á þessu stigi varðandi fundargerðir borgarstjóra að fundum með ráðherrum, þá finnst mér það algjörlega koma til greina, þó það sé ekki beint hefð fyrir því, en mér finnst einkennilegt að það eigi að gilda formann borgarráðs umfram aðra borgarfulltrúa. Þá ég bara að horfa á lögin. En það eitthvað sem við getum auðvitað bara rætt á vettvangi borgarráðs. Ég ætla ekki að leggja á einhverjar langar ræður það. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar og óska eftir að veita andsvar í röð borgarfulltrúans og byrjum á Júlíusi Viðby Ingvarssyni. Forseti, já, við getum bara farið yfir það, hvort að það sé of veikið að tilgreina sérstaklega forma borgarráðs í slíkri tillögu og í slíkum reglum sem við myndum setja, eða þá við myndum bara hreinlega víkkað út og hafa það bara form með ráða almennt sem oft eiga fundi með stofnunum eða ráðuneytum. Ég alveg til í hvort tveggja. Ástæðan fyrir því að þetta er sett fram með þessum hætti er einfaldlega svo að núverandi borgarstjóri var formaður borgarráðs þegar að hann gekk í þessa samningagerð sem formaður borgarráðs og þess vegna sjálfsagt auðvitað að gera ráð fyrir því að þessi regla gildi það embætti líka. Varðandi hitt sem að borgarstjóri nefndi sem var það að hér væri verið að fylgja einhverjum reglum laga neytendalán frá árinu 2013, það var nú rétt að ítreka það að þau lög voru ekki sett til þess að torvelda lántöku einstaklinga öðru nær. Þau voru til þess að vernda, þetta var neytendavernd og þá sérstaklega fyrst og fremst vegna smálánafyrirtækja sem voru að lána oft á tíðum til unglinga sem að fóru margir hverjir illa út úr slíkum lánum og það var bara verið að vernda fyrir slíku og hefur ekkert að gera
með það sem borgarstjóri er að tala hér og hefur ekki haft neina áhrif á lánastarfsemi fyrirtækja almennt sem eru að selja til dæmis dýra rammasvörur eða bifreiðar eða hvað annað sem kann að vera. Þannig að það eitt og sér er ekki að skýra. Ef við vilja hanga á þeirri skýringu þá þeir það en það hins vegar, það engin rök í þessu máli. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur lokið að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, það má vera rétt útlegging að lögin neytendavernd hafa ekki verið sett til þess að torvelda lántökur. En það sem að þau gerðu var að undirstrika og kannski með réttu skyldur lánveitenda og þeirra stofnana sem ætla að standa í lánveitingum, og það er miklu viðurhluta meira og meiri áhætta fólkin í því ef eitthvað klikkar sem er þeirra megin, og neytendaverndin felst í því, og þess vegna þurfti einfaldlega að meta hvort að hér ætti að gera mikla ráðstafanir til þess að styrkja starfsemi okkar sem lánveitenda eða einfaldlega veltaði fyrir okkur hvort það væri hugsanlega ekki hluti af grunnþjónustu og kjarnastarfsemi Reykjavíkurborgar að standa í lánastarfsemi, og það var eiginlega bara niðurstaðan eftir þetta. Hv. borgarstjóri hefur lokið að svara andsvarið, þá veitir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvarið við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að fá að leiðrétta borgarstjóra vegna sem heyrist hann fullyrða að ég var í einn sjálfstæðismann að gera ágreining þetta mál varðandi dekkjakurlið. Málið var á dagskrá borgarráðs síðasta borgarráðsfundi og þar er ljóst þegar maður les fundargerðina að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins voru ekki að samþykkja þessa áætlun sem borgarstjóri lagði fram, heldur samþykkja endurbætur á Víkingsvelli. Það er alveg ljóst, ég skal lesa upp það sem var samþykkt svo borgarstjóri heyri það með leyfi forseta. Þetta er tillagan. Óskað er eftir að borgarar heimili framkvæmdir á endurnýjun gervigrasvallar Víkings samkvæmt áætlun endurnýjun gervigrasvallar Reykjavíkurborgar. Jafnframt er gert ráð fyrir að vellir KR og Fylkis verði endurnýjaðir árið 2017. Það er verið að samþykkja þessar framkvæmdir, það er ekkert verið að samþykkja þessa áætlun sem slíka, það er sjónarmið okkar sjálfstæðismanna að þarna sé allt of skammt gengið. Þetta þurfi að gerast hraðar eins og við höfum lagt áherslu á meðal annars á þessum fundi. Að sjálfsögðu samþykkjum við framkvæmdina þegar það er farið þær, en það er alveg skýrt á okkar hálfu að við vildum að þarna yrði farið hraðar heldur en borgarstjórinn hyggst gera. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er nú hálf undarlegt verið að segja. Það er lögð fram tillaga það að verið farið í Víkingsvöllin í ár og jafnframt verið gert ráð fyrir að vellir KR og Fylkis verið endurnýjaðir á næsta ári. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og það var ekki þannig að þetta færi gegn bókanalaust, heldur bókaði Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega afstöðu sína og bókunin var svo hljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í íþrótta- og tómstundaráði hafa flutt tillögur að ráðast fyrir endurbætur á þeim gervigrasvöllum í borginni sem eru með dekkjakurl á yfirborði. Sambærilegar tillögur hafa verið fluttar í borgarstjórn. Er að ræða gervigrasvöll á svæðum Hverfis íþróttafélag og sparkvelli með gervigras og skólalögum Reykjavíkurborgar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja þetta forgangsmál enda gríðarlega mikilvægt lýðheilsumál. Ég veit ekki alveg hvernig borgarfulltrúinn finnur orðum sínum stað í þessari bókun. Mér fannst hún bara ágæt og málefnaleg og minna á þeirra málflutning án þess að leggjast í einhver hallærisleg yfirboð, enda ekki við hæfi. Og ég held að það sé bara ágætt að hrinda þessum framkvæmdum af stað, en skil ekki alveg viðkvæmnina fyrir því að það var góð samstaða þetta í borgarráði. Borgarstjóri hefur lokið að svara andsvarið, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég undrast stóryrði borgarstjóra í þessu máli. Ég heyrði nú ekki alveg hvað hann sagði fyrst, mér fannst það nú ekki vera mjög smekklegt, það er svo sem ekki hafa eftir. En vísa því á bug að við séum með hallærisleg yfirboð. Við höfum unnið lengi að þessu máli, tókum þetta inn í fjárhagsáætlunarvinnuna meðan hún var í byrjun í haust, efndu til mikillar umræðu þetta í ráðum og nefndum borgarinnar
og niðurstaðan okkur ekki að skapi. Það breytir hins vegar ekki því að við fögnum auðvitað hverju velli sem er ráðist í endurbætur á og getum að sjálfsögðu stutt tillögum að taka Víkingsvöllinn, en það verður bara að koma skýrt fram að við samþykkjum ekki þessa áætlun og hefðum viljað ganga hraðar. Það er til dæmis algjörlega óviðunandi að það eigi ekki að fara í endurbætur á ÍR-vellinum í Breiðholti fyrir árið 2019, þetta sé 2019 samkvæmt áætluninni. Það er alveg ljóst í huga okkar Sjálfstæðismanna að þetta þarf að gera hraðar. Auðvitað kannski mætti segja að þetta verið hallærislegt yfirboð ef það væri ekki til peningar hjá borginni. Borgin stendur ekki vel við það. Ef það væri ekki til peningar, þá væri kannski erfitt það að tala. En það eru til peningar í ýmis önnur verkefni, eins og til dæmis strengingu Grensásvegar sem á að kosta samkvæmt kostnaðaráætlun 170 milljónir, en við vitum það að kostnaður verði meiri, verður örugglega undir 200 milljónum. Þannig að ef það er forgangsraðað rétt, þá væri hægt að slá gæluverkefnum meirihlutans á frest, en setja það mikla peningi í þetta verkefni að það verði strax í sumar. Hægt að fara langleiðina að jafnvel taka alla þessa dekkjakurlsvelli úr notkun. Það er afstaða okkar Sjálfstæðismanna. Það hefur nú kannski komið fyrir áður að menn hafa misskilið það sem stendur í fundargerðum. En þá hafa menn bara flýtt sér að leiðrétta það, og ef að borgarstjóri hefur með einhverjum hætti skilið það, sem ég skil ekki að segja þetta misskilið, að okkar fulltrúar í borgarráði hafi verið að greiða atkvæði með þessari ályktun, með þessari áætlun hans, að þá er það misskilningur. Mér er ljúft og skylt að leiðrétta það. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar hv. borgarstjóri andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er nú í fyrsta skipti sem ég heyri einhvern segja í borgarstjórn, ég heyrði ekki hvað þú segir en ekki að fannst mér það smekklegt. Ég held að ég hafi nú haft uppi stórirðin að ég hef verið ánægður með að það hafi verið samstaða málið. Það var einhver stórirð af þessu tagi. Varðandi það að gera þetta skipulag í einhverju röð eftir ástandi vallanna, þá held ég að það sé nú bara mjög sjálfsagt að gera það, og þetta hafi verið ágætlega undirbúið af ITR og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, og þess vegna var væntanlega samstaða þetta í borgarráði. Og ég held að við eigum bara almennt að vinna þannig skipulega. Svo get ekki stilt mig að finnast fulltrúar minnihlutans vera búin að verja peningunum í Grensásveg nokkuð oft í alls konar önnur verkefni, og þar sem að útgjalda metnaði minnihlutans er orðin býsna mikil eða í bara öllum málum, að þá held ég verði svona kurteislega að minna á það að Grensásveginum verjið ekki oftar en einu sinni, og einhver verður að detta eitthvað annað í hug ef að metnaðurinn hleypur með eitthvað lengra. Hv. borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari öðru sinni. Þá fær borgarfulltrúinn tækifæri til að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það má vel vera að Grensásveginn beri ofta á góma, enda er það ýmislegt sem mælir gegn þeirri framkvæmd, og ágætt að nefna hann í þessu sambandi þegar að menn tala forgangsröðun í kerfinu. Hann er ákveðnu hætti lýsandi. En það má auðvitað nefna margar aðrar framkvæmdir, gæluverkefni meirihlutans. Það er kannski erfitt að fara hér að endurtaka fjárhagsáætlunarfundinn þar sem við bentum á ýmis atriði sem eru svona ýmis framkvæmdamál sem borgarstjórnar meirihluti setur á dagskrá sem er ekki aðkallandi. Ég get nefnt viðbyggingu við Grófarhúsið hér rétt hjá okkur. Það er ekki aðkallandi verkefni. Minnst kosti ekki meiri þetta. Ég get nefnt innanhúsframkvæmdir í Ráðhúsinu fyrir 50 milljónir. Já, ég held að Grófarhúsið, viðbyggingu Grófarhúsins, ég held að hún muni endi í svona milljarði króna. Við getum nefnt innanhúsframkvæmdir í Ráðhúsinu sem eru orðnar okkur mjög dýrari skauti. Ég held að 50 milljónir að fara það á þessu ári. Við getum nefnt innanhúsframkvæmdir í Gröndalshúsi hér líka rétt hjá okkur. Ég held að það séu 50 milljónir þessu ári. Svona er hægt að halda áfram með framkvæmdir sem mætti gjarnan slá á frest fyrir brýnni verkefni en tími minn er á þrotum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera stutta athugasemd, og þá er athugasemdum og andsvörum lokið sem og umræðum undir þessum lið. Við þurfum að ganga til atkvæða hér ansi marga liði. Við borgarfulltrúum að fylgjast með. Við byrjum á 25. lið. Þau sem samþykkja 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. febrúar gefi merki. Þau sem á móti kunna vera.
Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það 27. liður fundargerðar borgarráðs frá 4. febrúar. Þau sem samþykkja þann lið gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það 27. liður. Þau sem samþykkja hann gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. 28. liður. Þau sem samþykkja hann gefa merki. Hvað segirðu? Fyrirgefið þið. Allar þessar atkvæðagreiðslur voru 11 atkvæði gegn 4. Þarf að endurtaka þetta eða er þetta? Þetta bara allt upp í einu. Það var alls þar. Já, þá skulum við bera upp 25. til 28. lið saman. Þau sem samþykkja þessa liði gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Þeir eru allir samþykktir með 11 atkvæðum gegn 4. Þá göngum við til atkvæða 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. febrúar. Þau sem samþykkja hann gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Hann er samþykkt. Þú þarft að eiga til hérna að þetta sé synjun sem staðfesta synjun borgarráðs. Fyrirgefið, hér er bent á að þetta snýst synjun. Þau sem samþykkja synjun borgarráðs gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Synjunin er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er 6. lið lokið og við göngum til 7. liðar sem er fundargerð